að því að Sindri hafi verið þetta stutt áður í meðferð, þá lendir hann á 8 mánaða bið, en samt á sama tíma eru 10 rúm að minnstakosti, ekki í nótkun upp á Vogi. Já, þið heyrðu það. Já. Og þau hafa oft verið fleiri. Já. Ég hef búin að ræða fullt af fólki sem að vinnur í þessum gera og þekki til og þá eru þau rúm ekki notkuð vegna niðurskurðar. Það er sem sagt það er ekki til fjármagn. Já. Þetta endar alltaf á veskinu. Svo er líka náttúrulega með þessi ónýttu pláss, þá þegar maður er búin að pæla mikið í þessu eftir þetta, sko. Akkur er ekki hægt að taka upp tvöfalt kerfi þar sem fólk getur bara komið inn og borgað. Það sem það kostar. Mitt, og gera það samhliða. Með því væri hægt að auka við sem sagt, hvað mörg rúm er hægt að hafa þarna. Og það er engin vafa á því að það er fullt af fjölskyldum í þjóðfélaginu sem væri tilbúnar að slá saman til þess að bjarga 100% fólkinu sínu. Og fullt af fólki sem hefði alveg efnaði að borga bara fyrir. Og í öðru löndum er þetta bara svoleiðis kerfi í gangi. Ég er nú búin að búa í Danmörku síðan 2006 og ég kynst þessu þar. Þar er tvöfalt kerfi alveg. Annars sem er opinbert, það sem eru biðlistar og hins vegar venga það sem er getur kennst bara akkurat til og þart. Mitt. Nákvæmlega. Og það fólk er ekki tilbúið til þess að bíða í vikur eða mánuði. Þetta er mjög góð vangavelta hjá þér. Veist, það er 100% sko nýtt vel ef það er í boði fyrir fólk að borga fyrir alvöru meðferð. Samhliða þessu kerfi. Það er alltaf fullt báðu megin held ég hvort þið er. Já, það þarf ekki að endilega reka það sjálfstætt. Nei. Já, það er mitt en það er eitthvað svona þá er talað um að það sé kerfi sem mismunar. Já, þá gagnast þetta báðum aðranum, bæði þeim sem hafa efnaði og hinnum sem ekki. Já, það lettir náttúrulega styttra biðlistana. Það er náttúrulega ekki glórið að þeir styttist bara með því að fólk deyja á þeim. Það er mitt. Eins og Sindri gerði. Já. Það eru margir sem deyja á þessum biðlistum. Já. Það er alltaf að heyra það.